Góðan dag, góðir hálsar. Góðir hálsar. Þetta var einu sinni sagt. En ég held að þetta sé nú mjög sjaldan notað í dag, en ég held nú að góðir hálsar hafa nú oft verið sagt, allavega svona á teitildögum hérna áður fyrr. En þetta er ekkert búið að fella þetta neitt úr gildi, þetta íslenska bara, góð íslenska og mönnum heimilt að nota hana eður vilja. Hvað við gerum, hvert og eitt er svona bara áhaldum og val á hverjum degi, hvernig er. En þá var nú svona, svo við heiður í að vera svolítið vel að sér í íslenskunni og kunna betur með hana að fara í dag en var í gær. Og ég hef tekið eftir því, ég nú, þegar ég fór að skrifa og svona eiga við stíl og svona, þá náttúrulega var maður þvingað til þess að kynna sér aðeins íslenskunna og ég fór strax svona að reyna að auka orðaforða minn til þess að bara geta gert betri stíl. Hvernig mér tókst til, metur þú og þú líklega dæmið múið leik, en ég ætla nú samt að halda áfram. Þannig að ég verði eiginlega frekar að fylgja minni eigin sannfæringu og það hvet ég þig einnig til að gera. Fylgdu bara sannfæringuðinu, verð ekki að hugsa hvað öðrum finnst eitt og annað sem þú vilt að gera, því þeir eru ekki þú. Nú ef að þeim eitthvað í nöpið það sem þú ert að gera, þá þeim alveg velkomið að bara hreinlega að taka upp stílinn og gera eitthvað sjálfur. En menn sem að gagnrýna, þeir eru ekki þar. Þetta yfirleitt bara röflarar. Og hvorki ég að þú viljum vera röflarar og erum ekki röflarar. En það því miður ekki allir eins og við. En þetta snýst nú ekki röfl og ekki röfl, heldur Jesú Krist sem nú öllu æðri ykkur svona tali. En það má alveg drepa á þessu vegna þess að þetta allt í kringum okkar, þetta út allt. Af hverju? Það veit ástæðu, það synd í heiminum. Og synd í heiminum virkar þannig að hún eiginlega reynir að eyðileggja allt sem aðeins betra. Og gera það heldur verra og svo arfa vont. Þetta syndin, hún vill vera þarna, en svo Guði fyrir að þakka. Hann á nú til fullt af fólki sem að á vissan að stendur vörð utan þessi góðu gildi. Hvað sem við segjum það, að þá þetta nú þannig. Og hér einn maður sem að hefja upp til hæða nafn sem Jesús, vegna þess að þekja það prívat og persónulega og veit að hann gerir ekkert betra en einmitt að tala þetta nafn, breiða þetta nafn út, vegna þess að í því akkur að gera og vinna og vera. Þannig að ef við þegjum þetta nafn, ég veit að heimurum vill að við þegjum þetta nafn, að þá náttúrulega breiðist kristin trú ekki lengur út og þetta deyr allt saman og syndin bara komin yfir allt og leikur allt illa eins og hún gerir hvar sem henni tekst að koma stað. Þannig að syndin raunverulegt fyrirbrigði í þessari veröld. En við sum erum orðið svo samdauðna syndinni að hún orðin eiginlega eðlilegu partur af líf okkar. Við sjáum ekkert athugavert við það að taka eitthvað frá öðrum og stinga því í vasann. Okkur vantar þetta og þannig það. Og að því ég sá það, þá verðist vera sem ég segi já það og fara með sér. En ekki alveg að fatta það að eigandinn var nú kannski ekkit alveg á því að þetta færi og svo fer hann sjálf að vanta það. Og hvað gerir hann? Lætur sig hafa það eða hann fer aftur og kaupir þetta sem einhver stakk í vasann. Þetta ekki leiðin, en þetta syndin. Hún vinnur svona. Hún gerir þetta. Hún gerir mannin eigingjarnan og fer með sjálfa sig út í það sálma
að hugsa bara sjálfan sig, og þetta þekkjum við mjög vel. Ekki svo að skilja að okkur ber ekki að hugsa sjálfu okkur. Ef við hugsum ekki sjálfu okkar, þá erum við bara, hvað erum við þá? Eitthvað sem erum að drabbast bara niður. Þannig að þú sér að við þurfum að gera heilmargt af alls konar verkum ef við viljum lifa með reisn þessum mannlega líf okkar, og við erum hér, við erum fædd hér til þess að gera akkurat það. Auðvitað viljum við lifa uppreistu réttu lífi og vera reistar manneskjur og allt saman það, en sumir eru það ekki. Og eru með eitthvað hnjúp yfir sig sem segir í raun og veru allt annað en maðurinn er. Maður sem gengur inn í syndinni, hann oft með fína front, virkilega fallega front. En drottinn sér kannski eitthvað allt annað. Því hann ekkert að skoða frontin minn sem ég búin að stilla upp og setja upp. Hann sér hjartað, og þar leynist hver þangi sem ég eða þú og við erum að velta fyrir okkur. Hvað það? Erum við að upphugsa hefnd? Erum við að upphugsa grimmd? Erum við að upphugsa frekjuna og vaða fram í frekjunni sem eru þar? Eða erum við að lofa Guð? Svart og hvítt. Og við erum hér til þess að hvetja menn til að lofa Guð, elska Jesú, tigna hann og tilbið og falla fram fyrir honum og engu öðru. Akkurri. Þegar þú verður að skilja málið, þá sérðu að það full og rík ástæð til fyrir því, vegna þess að Jesús allt í öllu. Hann ræður öllu, stjórnar öllu, alltaf, og grípur inn í taumana hvar sem hann vill og hvenær sem hann vill, á þess að ég hafi neitt það að segja. Og hvað gerist þá? Allt í einu komin ný stefna. Allt í einu komin ný straumar. Þetta baráttan á milli góðs og ills. Og auðvitað vex illskunni ásmegin vegna þess að fleiri fara þangað. Af hverju fara þær þangað? Þeir eru dregnir þangað. Og af hverju? Vegna þess að Jesú ekki með hönd sína í þeim. Af hverju? Af því þeir leyfa það ekki. Það ástæðan. En hér ég og þú og fleiri góðir menn og konur sem erum að tala eitthvað allt annað en þetta. Við erum að tala hann sem elskar og umfaðmar manneskju. Þú elskar og umfaðmar hundin og köttin og gerir allt fyrir hann og köttin sem þér hugnar. Jesú ekkert að banna okkur að eiga hund og kött, og hann ekkert að banna okkur neitt, en það sem hann gerir. Hann umfaðmar mannesku, hugsandi vitsmunaveru, vegna þess að hann elskar mannesku og þessa hugsandi vitsmunaveru sem fer með sjálfan sig út og suður. Njóti hans ekki við. En vegna þess að það synd í heiminum og maðurinn reikull í huga og ráði. Og ef hann uggir ekki að sér, ef hann hefur ekki neina varnir í sér, þá getur hann ekki annað en soga stangað. En hann hefur varnir í sér, og þessar varnir heita Jesú, heita orð Guðs. Og þetta hindrar hann í að gera einhverja arfa vitleysu og tekur oftar og alltaf réttar ákvarðanir, þar að segja, beri honum gæfa til þess að leita fyrst að ráða Jesú. Eins og orðið segir, leiti fyrst ríkis og réttlætis Guðs. Og þá munum yfir veitast þetta auki. Þetta hvað? Þessi hjarta girnist. Og þó við séum trúaðar manneskjur og lifum heiðarlegu trúðu lífi, þá girnist okkur margt, þannig séð. Við viljum fá margt sem ekkert endilega eitthvað sem við þurfum, en Drottinn lætur þetta undan okkur vegna þess að hann elskar okkur fyrst og fremst og veit að til þess að vera svona þokkalega sátt manneskja,
þá segjum við okkur sjálfum að við þurfum þetta og heitt, segjum okkur sjálfum. En þurfum við það í raun og veru? Það er síðan spurning. Þarf ég endilega að eiga tölvu? Já, ég segi það, já. En ef ég hefði ekki tölvu, hvað myndi ég gera þá? Ég sjálfsagt myndi þá bara að nota minn gamla og góða penna, eins og maður gerði hérna fyrir tíma tölvana. Þannig að ég er nú nokkuð viss það, þó þetta væri ekki, eða svona ekki öll þessi tæki sem maður á, ég er náttúrulega þakkláttur fyrir, þá væri maður nú samt að sinna ýmsu. Og maður er ennþá að boða orð Guðs, bara eins og maður kallaði til að gera, með hvaða hætti sem að það síðan er. Þó þetta sé vettvangurum minn í dag, og að vegna þess að tímadir þeir eru uppi að það hann býður þetta, að þá setti drottinn mig í þetta verkefni. Og ég er ekkert að fara nýtt úr því. Og hefur verið að gera þess ágætu þætti á annan áratug, eða ekki? Ég er búin að vera í þessu lengi og allt í lagi með það. Þetta bara líður og tíminn telur og dagarnir koma hverju eftir öðru, svo eldist maður. Hvort sem okkur líkar það betur það er, og þá er þetta nú staðan. Þannig að við sjáum að það er fullt af hlutum og fullt af atburðum sem við ráðum ekkert við. En við erum áfram sömu manneskjurnar og við höfum alltaf verið. Einu sinni var ég ekki gráharður. Einu sinni var ég dökkarður. Og þá var ég líka yngri. Svo fór að koma eitt og eitt grátt hár og ég man allt þetta fyrsta gráhár minn var svitnaði. Þeir sáðu ég sleita úr. Það var til lítils gagn að gera það því að það kom bara annað. Og við séum núna fallega gráharður í dag. Já, fallega gráharður. Svo er það eitt líka sem að Guð gefur okkur. Hann segir við mig, Konráð, sættu þið bara við, já, að þú ert 71 árs. Já, ég sætti mig við það. Ég er bara aldeilis ekkert að harma það. Og eins og ég hef marg oft sagt, þá finnst mér nú bara gaman að eldast og tala hreint út. Það er ekkert sem að ég þurfti að sleppa neinu. Ég státa af góðri heilsu og margir státa af góðri heilsu og ég þakka Guði fyrir það. Ég veit ekki hvað aðrir gera en ég þakka Guði fyrir það og líka það að maður geti sinnt öllum verkum sem maður hingað til gert og aldrei sleppt neinu þannig séð. En vettvangar mínir á starfsæfin hafa breyst og eitt ekki við öðru. En svo ég marg oft talaði að þá var ég sjómaður, byrjaði sem sjómaður og það kom aldrei neitt til greina sem hjá mér sem strák og úlingi og svo fullorðnum manni en annað en að fara á sjóin. Þetta var svona eitthvað í ættinni bara, menn voru á sjónum. Þó í minni ætt voru bræður mínir þeir voru á sjó en þegar ég er að byrja í þessu þá er faðir minn og einn bróðir minn og ég sem sagt sjómenn, aðrir voru nú bara vinnandi í landi en fóru kannski svona vertíð kannski 1 eða 2, eitthvað svoleiðis, það var aldrei neitt meira. En samt einhvern veginn lá þetta í blóðinu og ég fór á sjóinn og glímdi við allt sem að sjómennskan hefur upp á að bjóða og ég þakkláttur fyrir það að sjómennskan, þó hún hafi náttúrulega verið upp og ofan og alls konar, þá hefur hún svona í gegnum minningaflóruna skila manni bara góðu. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það að eiga til þennan eiginleika að skilja hismið frá gæðunum. Ég veit ekki með þig sem virðast vera fastir í einhverjum sárum frá því að einhver gerði þeim einhvað og eru bara þar. Ég vil ekki vera þar. Þetta þekki maður þetta allt og lendi í þessu öllu alveg svo aðri menn. En síðan er það hvernig vingsar það út og hvað vingsar það til þín og heldur eftir. Ég vil halda eftir þessu góða því það er svo langt síðan ég uppgötaði það að það er jafn mikill sannleikur og kynnastunum sem ykkur rak mér sem að reyndar aldrei hefur verið gert. En ég segi nú svona, hvað erum við að halda í og hverju erum við að halda eftir? Ef við erum að halda eftir þessu atviki sem ykkur skellti flötum lóa á kynþína,
og þá ert þú að leita þér að öxl til að gráta við bara það sem eftir er að lífinu og sem eru þar. Þeir eiga öxl sem þeir gráta við allt sitt líf vegna þessa atburðar og fá samúð, vorkunnsemi, sem er eitt af versta sem menn eru með. Það er að vera haldið þessari vorkunnsemi, þeir ala þetta upp í fólki í staðin fyrir að fá það til þess að vinna þetta burt frá sér, sem er miklu, miklu betri leið og helmingi betra ráð. Ég vil ekki vera öxl sem ykkur kallið að kettling kemur og krætur við. Ég myndi bara ekki nenna það, ég má ekki vera að því. Annað er að hafa samúð með andartækinu og þessu slæma sem gerðist í andartækinu, ég er alveg til í það. En ekki hinu, vegna þess að ég veit að það er rán. Þetta er ekki einhvað sem fólk á að gera. Ég er tilbúin til þess að leiðbeina fólki frá svona stöðu. En sumir bara eru þarna og ég sé þetta svo oft að stund fólk er bara fast þarna og það verður alltaf jafn grimt og reitt þegar það byrjar að tala um þetta. Akkur ekki að nota Krist sem við segjastu þekkja en við til þess að vinna buga á svona löguðu. Því ef þú ert haldin þessu, þá lofa ég þér því að þú hefur ekki frið fyrir þessu. Þegar þetta byrjar, þá kemur öll flóran með, af öllu sem þú alltaf burðast með. Af hverju? Ég get ekki svara fyrir aðra, en þetta er það svo leið sem ég hef farið og hún er ekki til vinsalda fallið, þannig sem einhvern veginn dragist að því sem var verra. Þú ert náttúrulega ekkert að afla þér nefna vorkunnsemi þegar þú ert alltaf að tala um góðu hlutina í þínu lífi. Kannski finnst fólki það bara ekki skemmtilegt, en þú ræður þínu lífi. Þú mátt alveg segja þetta, ef aðrir mega að tala hitt í þín eyru, þá er bara eðlilegt og sanngjarnt og þú fáir líka þó að tala þetta bjarta og fallega sem þú átt. Það fullkominn maður. Það er ekkert verið að tala neitt um það. Það bara fer eftir því hvernig þú hefur unnið úr þínu lífi. Hvað þú hefur valið að vingsa hend út og hverju að halda eftir. Þess ég var að segja á þann og þetta rann upp fyrir mér og er sannleikur að þú átt alveg fullt af góðum punktum úr þínu lífi sem eru jafn sannir og þetta slæma. En ef þú viltu þetta draga þetta slæma fram og hafa það halda því eftir, þá náttúrulega gerir þú það. En ég vil ekki vera þar. Og þegar ég horfi yfir mína falluga ævi, já, þá sé ég það býsna falleg. En ég veit af öllu hinnu, en ég er ekkert að elta ólar við það. Og það er mitt val. Og þetta er það líf sem ég vil eiga fyrir mig. Og ég ræð mínu lífi. Það ekki? Ég er vitsmun að vera alveg svo þú. Og ég get ákveðið sjálfur hvað eftir verður. Og þetta er það sem hefur orðið eftir hjá mér. Að vali. Það bara kom ekki að sjálfum sér, en ég valdi þetta. Og reyndar tók mjög snemma þá ákvörðunum að halda þessu eftir en sleppa hinu. Og mér hefur alveg tekist það. Og þess vegna þegar ég tala um liðna tíð, það sem ég man náttúrulega ekkert eftir öllu, en ég man mest þegar ég var að byrja og það er eðlilegt að maður muni best og mest eftir þegar maður var að byrja, vegna þess að þegar maður var að byrja þá var maður bara blautur bak við eyrun, maður þekkti ekki eitt eða neitt og þetta var allt sem maður var að gera sem eru orðið fyrir áratugum vanaverk og ekkert annað, algjörlega nýtt. Maður þurfti að þreifa sig áfram bara skref fyrir skref, já, á bara að hraða sníelsins þess vegna. En það er ekkert lengur. Þetta var allt svo nýtt fyrir manni. Því maður þarf að læra allt. Þú kemur ekki, ræðurðu ekki á skip, 16 ára gamall eins og ég og bara kemur vanur maður borð og það er heldur ekkert ætlast til þess að þú vitir, ég bara ætlast til þess að þú vitir ekki neitt, reyndar. Og þú veist ekki neitt. En eftir vertíð, eins og ég, sem stóð í 4 mánuði, þá vissi ég náttúrulega alveg helling
netaveiðar borð í bát. Þannig að næsta vetrarvertíð sem ég fór, eitthvað ári, 2 ára seinna, þá gekk maður öllu bara eins og vanur maður. Og myndi gera í dag þannig séð ef að maður asnaðist til þess að fara út í þetta aftur, sem að ég veit að ég ger ekki, svo fyrir utan það að þá fengi maður hvergi pláss, sem annað mál. Allt þetta á reynslunni, og svo verður eftir einhver minningaflóra. Það bara lífið svona, við erum þannig gerð, það kemur alltaf, við munum alveg helling og menn misjaflega kannski minnugir, en síðan það hvernig nú verkar þetta og raðar þessu. Ég vil raða þessu góða til mín, því eins ég var að segja á það, þá það jafn mikill sannleikur og hitt, en ég ekki elta ólar við þetta slæma. Ég segi nú bara eins og oft áður, ég nenni því ekki. En sem ég vilja bara nenna því, en það virðist aldrei hafa gerst neitt gott í lífi einstaklings, sumra. Ég segi, þetta fólk að ljúga. Sér rétt eins og ég, þá ára til báðar þessar sögur. En það valdi að halda þessu neikvæða eftir. Og hvað ætla ég að gera því? Ég get ekkert gert í því. Nema bara, ég get valið fyrir mig og ég fór hina leiðina. Þess vegna tala ég alltaf vel allt mitt lífsferli. Og ég vil hvetja þig til að gera það sömuleiðis, og ég held að það sé nú bara rétt breytni af okkur, hvað sem mér eða þér. En eins og þú veist, og ég viðurkenni, hitt var allt þarna. Maður lenti í fullt af hlutum sem maður kærði sig ekkit var valdur á sumu og lenti í sumu og svo framvegis. En svo kemur minningin og þá þetta góða úr öllum þessum ferlum það sem að blífir. Ég veit ekki með þig, því ég ekki þú. En þetta það svo leið sem ég hef farið, og ég held að þetta sé góð leið að fara og full þarf á að benda á hana. Annars, eins ég var að segja líka, þá væri ég sennilega einhvers staðar með öxl út í bæ eða hvar sem ég myndi koma annars lagið og gráta við. Allt alveg svona, það var svo erfið æskan mín. En æskan mín var mjög góð. Þið hættu þessu þetta maður, sem þol ekki svona tal. En ef þið settust aðeins á þetta, þá myndir komast að því að þeir eiga hitt til líka. Alveg eins og þessi maður. Þetta snýst alltaf það bara hvað við erum að tósa upp úr þessari kistu. Og ég tósaði þetta upp fyrir mína parta. En ég auðvitað ekkert að skipta með neitt að því hvernig þú gerir þetta, en svona gerði ég þetta, og þetta hefur gengið með mér og mér hefur farnast vel af þessu. Ég var nú bara að viðurkenna það. Þannig að maður oft svona glöð manneskja en glímir auðvitað við allt hitt, alveg svo þú. Þannig að ég unni mér ágætlega þegar maður dettur inn í gírinn að fara að velta fyrir sér lífi sínu, og maður segir harla gott. Harla gott. Vegna þess að þetta það sem ég vel að eiga í minningakistunni minni. Ég alveg viss það að þú ert sammála þessu. Á hvaða stað síðan sem þú ert. Manneskja mjög flókið fyrirbrigði. Og við erum öll hugsandi vitsmunaverur og vitum margt og getum gert svo margt, og við getum líka valið að fara þessa leið. Ég veit að sumir gera það. Það jákvæða fólkið í kringu þig. En henni gera þetta ekki. Það neikvæða fólkið í kringu þig. Þarna erum við ekkert að meta gott og vont. Það ekki málið. En menn velja sitt líf. Þú getur valið björtu leiðina, hvítu skyrtuna. Hún nú aldrei fín maður. Eða svörtu skyrtuna.
og verið bara opinbera hjartaðið þannig séð, kolsvart, fullt af neikvæðum minningum allt og ekki neitt. Því við eigum þetta öll. Og ég ekkert minna en þú. En ég á líka fullt af hinnu. Og það ég að nota. Þess vegna verð ég held ég aldrei þessi bitra reiða manneskja. Ég held ekki. En ég gæti það alveg svo þú orðið þetta því að ég hef lent í svipuð og þú. En valdi að tosa hitt upp eins og ég alltaf að segja. Og þetta minn lífsmáti. Reyndar hefur alltaf verið. Þannig svona á bakvið þetta allt saman hefur maður nú verið svona nokkuð jákvæð manneskja en auðvitað dettur maður inn í einhvern neikvæðan rólandi gír bara eins og aðrir menn að því ég bara maður þrátt fyrir þetta. Eins og ég man eitt sagði við mig, ég heyrði að segja það, ég rosalega hann þreyttur á þessu röflíðan og kannamaður. Þá ég búin að vera röflandi alveg agalega lengi og ég man alltaf eftir þessu og ég gat mjög gæna að hlegið þegar ég heyrði það. Hann var ekkert að tala neitt við mig en við náttúrulega þekktustum og vorum saman mikið á þessum tíma og við þekktum hvern annan. En það voru ekkert allir þarna, sumir voru aldrei röflandi, ég man alltaf, þetta einu vinnufélaga mínu, hann var alltaf hress, hann var alltaf hvetjandi og var bara viljugur til verka og ég man alltaf því hvað mér líkaði þetta vel og ég vildi vera svona því ég vissi að ég var svona stundum og stundum ekki, ég man aldrei eftir þessum náunga, öðru sem svona hvetjandi og ýtandi og strákar við getum þetta og gerum þetta og svo framvegis sko. Og ég hef þetta líka í mér en valdi stundum að fara aðra leið en þessi virðist að sjá ekki hafa valið eða nýja leifst að fara neitt út í þessa sálma auðvitað þekkt hann lífið til jafns við hvern annan en hann valdi að vera ekkert þar þannig að það full ástæða til þess að benda á þetta að ég og þú og við ráðum svo miklu hvernig í hvaða átt lífið fer. Það ræður því engin meira en þú hvað þig sjálfan varðar. Og þó einhver vildi ráðskast með þig þarna, þá gæti hann það ekki. Hann getur að vísu gefið þig góð ráð og það allt í lagi með það. En hinn þarf þá að taka við því og fara eftir þeim. Og það upp og niður hvernig menn eru þar. Stundum þykkum maður góður ráð og stundum bara loka maður á sér eyrunum ef maður heyrir þín og þessi ráð. En kannski sér eftir það en það er kannski betra aðeins að hlusta betur. En við getum lagt gott til manna en við vitum ekkert hvernig taka því. En samt rétt að leggja gott til manna því að þú veist aldrei nema seinna meir þá vakniðir. Að þér heyrðu þetta eitthvað tímann. Og við vitum alveg að menn sem eru ykkurum neikvæðum þanga, þeim líður ekki vel. Að því við höfum svo oft verið þar sjálf. Þannig að það svo auðvelt að setja sig í spor báðara þessara hópa, þessa sem aðeins glaðari og svona jákvæðari og drífandi og hinna sem eru bara fussandi og sveigandi yfir allt og öllu. Við höfum verið þarna á báðum stöðum en vonandi með tímanum ofta á staðnum sem svona aðeins bjartara yfir. Við veljum þetta. Þetta hvatningin og ég get sagt ykkur það að það full þörf á svona hvatningu í dag. Því að það róið að í öllum árum frá öllum áttum að koma einhverjum neikvæðum skilaboðum að og við sjáum þetta aftur og aftur að allt orðið fullt af ótta. Af hverju? Yfir einhverju sem hugsanlega mögulega geti skeð. Hugsanlega mögulega. Þetta bara þvæla, þetta hugsanlega mögulega. Þú veist ekkert það og ekki ég heldur.
Oft hefur maður nú stoppað sjálfan sig og spurt sig býtu við, en hvenær hefur þetta gerst, sem var nú svona aðeins að hrækja mig, og hvenær hefur þetta gerst? Ég segi aldrei. Það nú bara þannig. Og fáum að válega fregn sem alltaf koma, þá koma þær yfir þetta svo þruma úr heiðskýru lofti. Þú veist ekkert það, en allt í nú var þetta komið og það orðin staðreind fyrir þér. Það ekki? En samt erum við að draga upp myndir, skrúum upp og hífum upp myndir eitthvað hugsanlegt mögulegt. Dagarnir eru fullir af þessu. Eru dagarnir enda fullir á 8. Kristur kom til þess að bjarga okkur frá þessu til að mynda. Þannig að við, þetta kristna fólk, hvað sem menn segja kristi fólk, höfum lært að lifa bara með hverjum degi fyrir sig. Segir enda orðið að hver dagur hafi sínar eigin áhyggjur. Látum það duga. Við verum ekki að búa okkur til einhvað, hugsanlegt, mögulegt kemur, eða draga eitthvað úr fortíðinni sem gerði svo sem, og við sökkum okkur ofan í. Og enginn sem sökkum sér ofan í fortíðina sem var neikvað skemmtilegasti maðurinn þann daginn allavega. Því get ég lofa. Þetta tókstreita. Kannski vegna þess að menn spyrja sig ekki, býtu, vill ég hafa þetta svona? Ég held að menn séu ekki mikið að spyrja sig að því. En ef þú myndir spyrja þig að því, þá myndir svarið vera, nei, ég vill ekki hafa þetta svona. Þegar við viljum öll búa þannig hnúta að lífið sé, skemmtilegt. Hver vill ekki skemmtilegt líf? Og þú getur búið þér til skemmtilegt líf. Gerðu þá það sem er rétt. Af hverju segi ég þetta? Að því ég veit að þú veist hvað er rétt. Þó þú gerir stundum það sem er rátt. Og enginn hefði hvort þeir geta stoppað í þessu rangaði sem þú varst búin að ákveða. Og hverjum varum að kenna? Ég veit það ekki. Sumir eru svo sem ekkert á þeim stað að kenna öðrum allt sem er neikvætt í þeirra lífi, en sumir eru það. Hefði ekki hitt annan, hefði ekki þessi komið inn í lífi, þá hefði þetta aldrei gerst. En þú hittir þennan og þessi kom inn í lífið og þú lést hann hafa áhrif á þig. Segjum það. Hverjum erum að kenna? Þú getur ekki bent á neitt nema sjóna þig. Þú gast farið með þetta allt saman í hinn áttina, en þú gerðir það ekki. Kannski vegna þess, í grunninn og bakuð allt hefur skerta sjálfsmynd og hún er miklu, miklu algengari en flestum okkar grunar. Og hún er hræðileg. Þess vegna segir drottið það við mig, Konráð, þú verður að vita hver þú ert. Þú verður að vita á hvaða kletti þú stendur. Og hver er kletturinn sem ég stend á? Hann heitir Jesús. Og ég horfi til hans og hversu oft, mínu kæru vinir, hefur hann ekki togað mann upp úr pyttinum. Það hefur oft gerst. Og ég skammast mín ekkit fyrir að tala um það, því að þetta er bara sannleikurinn. Þannig að ég er ekki fullkomnari maður heldur en þú og heldur ekkit ófullkomnari. Ég er bara eins og þú. En hefur lært að vingsa frá hismið og kjarnan. Ég vil vera með kjarnan mín megin. En hismið er þarna. Ég ætla ekki að skella því saman. Kannski gerði ég það og örugglega gerði ég það, en það er ekki lengur mitt hlutskipti. Af hverju? Að ég fór að vinna vinnuna mína. Og ég er í dag harla sáttur með lífið og tilveruna. Og oftast nær svona þokkalega glöð manneskja. En aldrei svo leysi þöngum að bara sekkur niður fyrir jörðina. Ég er nú ekki þar. Hefur reyndar aldrei verið það, svo ég muni.
En maður dabrast eins og allir aðrir mennu þetta, það er allt annað mál. En þetta er eitthvað sem við munum þurfa að glíma við all okkar ævi. Það veit ég að þú tekur undir með mér að er. Og þegar upp er staðið, strangt til tekið, þá höfum við reynt svipað. Og þegar við förum að tala saman, og ef menn fara að opna sig fyrir mönnu þeir eru vonu svo kallega stífir fyrst og hvernig þetta er. Og svo förum við nú að tala saman og tröstið þess að vaksa, þá minga allir. Og svo bara jafnvel fara að tára falla. Ég hef nokkru sem lent í þessu að við höfum farið að spjalla saman, ég og annar, alltaf annar, ég og annar, og það er náttúrulega bara rokið og ekkert að ég er. Og svo byrja spjallið og hinn var hann að mýkjast og svo byrjar að koma vandamáli, svo byrjar að koma þetta og hitt og allt þetta eins og hjá öllum öðrum. Þetta er bara maður sem er búinn að brynja sig, ekkert að því að mér. Þannig að bakvið þetta er annað. Bakvið skélina er bara maður jafnvel kominn á þrotum. Okkur vantar Jesú. Hann er lausnin og hann er það sem við þurfum á að halda. En Satan fer mikinn hérna og veður eins og öskrandi ljón, leitandi að þeim sem að getur gleypt og hefur gleypt, til dæmis er ekki lengur kennd kristnifræði í skólanum. Af hverju? Það er verið að loka á öll þessi kristnu gildi. Og hver sér það? Satan. Hann sér það. Og við leifum það. Þannig að við erum eigandi slæft, við erum slæfð, við erum sofandi, við erum ekki vakandi. Og við tökum ekki eftir því þegar hitt og þetta er að gera, þegar þetta er allt í leinu, svo sprettur það upp. En Guð sér það sem er í leinum, hann getur stoppað það. Áður en það sprettur upp, og ef ég og þú og við sem eigum Krist erum vakandi, þá gerist það ekki. Hann eyðir í áður en það sprettur upp. Og svo hefur það sprottið upp og við sjáum það og við fyrum að biðja gegn þessu. Það hindrar auðvitað þetta illa afl í að verða að þeirri stærð sem það sjálft vildi, kannski nærða þeirri sinni stærð, en ekki á meðan að ég og þú erum að biðja gegn þessu. Ég get lofað þér því. Okkar verk er að reisa þessu illa afli skorður, en erum við að gera það? Sumir gera það. En þetta er hlutverkið. Og þegar við reisum hinu skorður, þá erum við sjálfkrafa að búa okkur til betra líf hér og nú. Þannig það er til alls að vinna að leyfa Kristi að vera það sem hann er. Þess vegna ætlum við sem trúum að starfa sem aldrei fyrr að þessu. Og hrinda öllum þessum vígjum koll, já helst öllum, máttinn. Við erum ekki að þessu í eigin mætti. Við erum að þessu fyrir atbeina Jesú Krist. Og hann getur, það sem ég get ekki gert nokkuð skapaðan hlut, nema nota mína trú í hans þágu. Og ég trúi því reyndar að þessi kristnifræði í skólanum, grunnskólanum, hún verði sett þangað inn aftur. Hvenær veit ég ekki, en ég trúi því að þegar í stund komi, að þetta komi aftur. Tíðarandi núna, hann vill þetta ekki. En einu sinni var ég uppi tíðarandi sem vildi þetta. Og það hreyfði engin andmælu við þessu. Engin nema kannski einhver húllkall út í horni. Hann verður áfram. En þetta var. Mér fannst það reyndar biblíutíminn í skólanum það leiðilegsta sem að ég fór í. En eftir á heikja þá hefði ég ekki viljað missa af því.
og þannig er það nú. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.